15. desember. Þá 4. jólasveinn kominn til byggða og enn styttist í jólin. Þvörusleikir búinn að fara allt land í nótt og þarf að hvíla sig smá. Hann lappar niður í miðbæ því honum finnst hávaðinn í umferðinni þægilegur. Hann finnur sér bekk og lokar augunum. Hann ekki búinn að vera með augun lokuð lengur en í mínútu þegar einhver potar í öxlina á honum. Halló, segir lítil stúlka. Halló, segir Þvörusleikir. Hvað get ég gert fyrir þig? Ertu jólasveinn? Spyr stúlkan. Já, svarar Þvörusleikir glaður í bragði. Það ekki frekar augljóst? Ég í jólasveinafötum, með jólasveinahúfu, í brúnum jólasveinaskóm og meira að segja með hvítt jólasveina endurskinn saumað í húfuna, segir hann hlæjandi. Hvað heitirðu? Hélt stúlkan áfram að spyrja. Þvörusleikir, svarar Þvörusleikir. Hvað þýðir það? Spyr stúlkan. Nú einhver sem sleikir þvörur, svarar Þvörusleikir. Hvað þýðir það? Spyr stúlkan aftur. Þvörur sleifar eða sköfur með löngu skafti sem hægt að nota til að hræra í pottum til dæmis, svarar Þvörusleikir. Þú ert skrítin, segir stúlkan hlæjandi. Já, ég algjör jólasveinn, svarar Þvörusleikir. En hvers vegna ertu hérna ein, spyr Þvörusleikir. Hér mandarína, viltu svo ekki skella þér og finna mömmu þína? Þvörusleikir gaf henni mandarínu úr pókanum sínum og stúlkan hljóp áleiðis til mömmu sinnar. Þvörusleikir núna glaðvakandi eftir þetta samtal. Hann stendur því upp og röltir af stað. Við götuna mjög mjó gangstétt, svo það nánast bara pláss fyrir hann einan. Vum! Hann heyrir í bíl koma fyrir aftan sig og stígur þess vegna skref frá götunni á meðan bíllinn brunar framhjá. Hann þurfti eiginlega að stíga út á grasið því gangstéttin svo mjó. Skömmu seinna brunar annar bíll framhjá honum. En í þetta sinn heyrði hann ekkert í honum. Hviss! Heyrðist lágt og eiginlega ekki fyrir en bíllinn var kominn fram hjá honum. Hvað var þetta eiginlega? Hugsaði Þvörusleikir. Þetta hlýtur að hafa verið svona rafmagnsbíl sem ég búin að heyra svo mikið um. Það bara eiginlega ekkert hljóð í honum svo maður veit ekki hvort það sé að koma rafmagnsbíl nema maður sjá hann. Og þá nú ekki gott að snúa baki í umferðina sem að koma. Honum dettur snjallræði í hug. Hann lappar á næstu gangbraut og fer yfir götuna eftir að hafa litið til beggja hliða og hlustað eftir umferð. Nú var hann kominn yfir götuna og hélt áfram að lappa í sömu átt. Núna koma bílarnir á mótunum og þá sér hann þegar þeir koma og getur stigið frá götunni þegar þeir nálgast, hvort sem hann heyrir í þeim eða ekki. Hvers vegna þurfum við að passa okkur sérstaklega á rafmagnsbílum?